Ísland mælist með mesta jafnrétti í heiminum samkvæmt alþjóðlegum samanburði þrátt fyrir að hér ríkja ennþá íhaldssöm viðhorf sem hindra jafnrétti. Í þessum þætti ætlum við að rýna í orðræðu foreldrahlutverkið, hvernig hún fyrirstaða jafnréttis og hvernig karlar geta tekið ábyrgð í því samhengi. Byrjum á orðræðunni. Það sem ég finnst svolítið áhugavert hversu svarthvít orðræðan í fjölmiðlum birtist. Að hún birtist rosa mikið í svona andstæðupörum. Að það annarkvort, þú ert annarkvort fjarverandi eða nærverandi faðir. Þú ert annarkvort jafnréttissinnaður eða karlremba. Þú ert annarkvort góðu faðir eða slæmu faðir. Það eru svo fáir sem að einhvern veginn eru og lifa í þessum andstæðupörum. Að fólk einhvers staðar þarna mitt á milli, eða flestir upplifa sig einhvers staðar þarna mitt á milli. Og þá getur verið ótrúlega mikil togstreita í sjálfsmyndinni. Mínar niðurstöður benda til þess að innan þessara svona sérfræðingsorðra á Íslandi að þá sé í raun og veru móður, eða foreldrahlutverkið, allavega fyrstu mánuðina ef ekki árin, soldið einskorðað við móðurina og tengsl móðurinnar við barnið. Faðirinn verður þá þar af leiðandi svolítið útundan. Og við gerum að samanskapi ekki þessar ofsalegu kröfur á hann sem að við gerum til móðurinnar. Þú veist, að bara elska allt sem við kemur þessu hlutverki. Þú veist, að fagna öllu og vilja aldrei bara komast í burtu og þú veist, einhvern veginn algjörlega bara svona henda sér í hlutverki að fullum þunga og njóta þess allan tíman. Það er rosa sterkt í orðræðunni til dæmis að vera að við á Norðurlöndunum erum með, þú veist, mikið kynjajafnrétti og þar eru feður, þú veist, það ætlast til þess að þeir séu jafnréttissinnaðir og taki þátt og allt þetta. En á sama tíma orðræðan fyrirvinnuhlutverkið óbúslega sterk og það eimir ótrúlega sterkt af þessari fyrirvinnu orðræðu líka í tengslu við karlmennsku. Miklu meira heldur en kannski tengslu við kvenleika. Íhaldssöm viðhorf eins og þau að feður eigi að skaffa inn og mæður sjái börn og heimili talið hindra framgang jafnréttis. BSRB telur að með eyrnamerktu fæðingarorlofi feðra sé hægt að brjóta upp ýmis íhaldssöm mynstur sem styrki tengsl feðra við börnin sín og tryggi aukið jafnrétti á vinnumarkaði. Hjá BSRB hefur áherslan verið þungi á því að fæðingarorlof verið lengt og það verið jöfnskipting. Að kallar, eða pabbarnir og mömmurnar taki jafnt fæðingarorlof af því að það rannsóknir hafa sýnt að eftir því sem pabbinn meira involveraður í fæðingarorlofi þá hefur það svo mikil áhrif á næstu ár hversu mikið hann involveraður í lífi barnsins eftir að fæðingarorlofi lýkur. Og allar rannsóknir hafa sýnt fram á að í raun og veru líka hjá pörum sem að vilja hafa jafnrétti í sínu parasambandi að þegar barn síðan kemur til sögunar og þau verða foreldrar að þá eru ákveðnar líkur á því að parasambandi breytist í átt að svona íhaldssamari mynstri þar sem móðurinn meira að sinna barninu og líka heimilinu, heimilistörfum og svo framvegis. Við sjáum þetta í atvinnuþátttöku, konur eru miklu líklegri til þess að vera í lægra starfshlutfalli. Það vegna þess að þær þurfa að sinna meiri heimilisábyrgð. Bara það að konur eru að taka miklu meira fæðingarorlof heldur en karlar. Og þá það lengur frá vinnumarkaði og þá vinna þær minni réttindi til eftirlaun og svo framvegis, en það líka varðandi bara framgang í starfi og framgangur í starfi hefur áhrif á launin þín. Við erum með háa atvinnuþátttöku kvenna, bara með hæstu í heiminum, en engu að síður þannig að þriðjungur kvenna í hlutastarfi. Og af hverju eru konur svona miklu hlutastarfi og það af því að þær eru að sinna einhverjum umframverkefnum sem þá kallarnir eða pabbarnir eru ekki að sinna. Þannig að þetta tengist allt með því að involvera pabbana strax frá fæðingu barns og það held ég það sem bara pabbar almennt árið 2020 vilja gera. Þrátt fyrir vilja fólks og feðra til að storka íhaldsseminni ekki margt sem styður við það. Til dæmis fræðsluefni fyrir nýbakaða eða verðandi foreldra á forræði hins gagnkynhneigða og lítið sem ekkert talað önnur fjölskylduform. Samkvæmt minni greiningu sem ég gerði á þessu fræðsluefni þá hreinlega ekki talað slík sambönd. Þessi umfjöllun
og fræðsla í raun og veru, af því þetta beinlínis fræðsla sem að fólk sko hvatt til þess að nýta sér, skilurðu, að hún ber öll merki bara þetta svona gagnkynhneigða forræði. Það bara kjarnafjölskyldan, kona, maður og barn, skilurðu. Þannig að það svona ákveðin bara svona þöggun öðruvísi fjölskylduform. Orðræðan feður í fjölmiðlum sömuleiðis útilokandi og virðist vera á þá leið að ekki geti allir pappar verið góðir pappar. Orðræðan í fjölmiðlum samt sem rosalega heteronormatív. Þeir feður sem birtast, þeir hvítir, þeir gagnkynhneigðir, þeir ófatlaðir, þeir í flestum tilfellum millistéttamenn, skilur við að þetta og sískynja. Það svo margt sem ekki sagt og það svo margir feður sem ekki greinilega hluti af þessum hóp góðu feður. Viðteknar eða ráðandi hugmyndir foreldrahlutverkið svart hvítar, útilokandi, íhaldsamar og hindra jafnrétti. En hver ber ábyrgð á að brjóta þetta mynstur upp? Ábyrgðin bara okkar allra að brjóta upp normin. Af því það svo margt undir. Við erum að fara að lengja fæðingarorlofið að Íslendingar næsta ári í 12 mánuði. En þá eftir að útklára þetta með skiptinguna að fyrir pappa eiga rétt á 6 mánuðum, það segir sig sjálf hvað það hefur gríðarleg áhrif. Feður geta því barist fyrir og nýtt lengdan fæðingarorlofsrétt sinn til aukins jafnréttis, en foreldrar geta einnig beitt sér fyrir jafnrétti í eigin parasambandi. Ég held að það sé ein besta leiðin til þess að beita sér fyrir jafnrétti og þeir gera það með því að ákveða með móðurinni strax frá upphafi að þetta sé eitthvað verkefni, það að segja að hugsa og annast þetta barn, að það sé eitthvað verkefni sem að parið ætlar að deila með sem jöfnustum hætti. En þetta mun líka held ég hafa áhrif á viðhorf barnsins ykkar til jafnréttis, skiljið, að sjá pappa gera allt sem mamma gerir og öfugt. Það svo ótrúlega vanmetið hversu mikil áhrif foreldrar og feður geta haft í þessari jafnréttisbaráttu og einmitt kannski sérstaklega feður með því að þeir séu meðvitaðir hvaðan þeir að koma, sitt eigið uppeldi og félagsmótun og meðvitaðir sína eigin hugmyndir karlmennsku og meðvitaðir í rauninni hversu mikilvægur þeirra hluti og hlutverk í jafnréttisbaráttunni að þeir sjái og séu einhvern veginn gagnrýni á þetta samfélag sem að þeir í og mótaðir í. Það má segja að ríkjandi hugmyndir foreldrahlutverkið sem að við göngumst meðvitað eða ómeðvitað á hönd séu íhaldsamar og það eigi þátt í að viðhalda því ójafnrétti sem enn til staðar í okkar samfélagi. Í öðru lagi finnst mér mikilvægt að ítreka að konur meira en mjólkur útibú. Það ekki allar konur sem geta eða vilja vera með börn sín á brjósti. Í orðræðinu líffræðin sem sagt fyrirferðarmikil og heimilegu uppeldi þar af leiðandi fráteki fyrir mæður. Feður annaðhvort slæmir eða góðir og útilokun eða þöggun fjölbreytt fjölskylduform. Sérfræðingarnir mínir telja mikilvægt að við séum gagnrýnin á umhverfi sem að við hluti af og að með lengdu fæðingarorlofi feðra sé hægt að taka stórt skref í jafnréttisátt. Ef þú vilt vita meira og fá ítarlegri útgáfu af þessum þætti og heyra meira frá viðmælandanum sem ég var að tala við, þá getur þú farið inn á allar helstu hljóðvarpsveitur eða podcastveitur og fundið þátt með sama nafni þar.